Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða næst píanókeppni EFTA sem ekki fer fram núna í mars eins og átti að vera og reyndar var búið að fresta henni áður. Ég skrifaði frétt á samstöðuna, vefsamstöðurinnar, fréttavefsamstöðurinnar fyrir helgi. Þar sem ég hafði aflað þeirra upplýsinga að það væri vegna svona togs eða hrings í stjórnsýslunni á ráðuneytum, fengust ekki peningar. Og þetta þykir náttúrulega alls ekki gott mál. Við erum að tala að krakkar hafa kannski í vetur æft sig á píanóið fyrir þessa keppni sem að fyrst var haldin hér á landi árið 2000, mikil hvatning fyrir ungmenni, 25 ára og yngri að taka þátt í þessari keppni. Og svo þetta slegið af með tiltölulega stuttum fyrirvara en þó ekki slegið alveg af, heldur fresta til hausts. En mér langaði til þess að fá að skilja betur hvernig svona getur gerst. Og til mín eru komin hér góðir gestir. Það Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA, velkomin. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, þú situr í varastjórn EFTA og velkomin. Og þú ert Birna Hallgrímsdóttir og þið eruð öll píanókennarar en þú hefur þá sérstöðu hér í hópnum að þú hefur unnið EFTA-keppnina. Já, það var einn af vinningshöfum í henni. Já, verið einn af vinningshöfum í henni. Og nú heyrið þið aðeins innganginn minn og hvernig ég legg þetta upp. Ólöf, við byrjum bara þér sem formanni stjórnar. Hvernig getur svona gerst? Já, þetta náttúrulega afskaplega leiðilegt mál og stjórn EFTA búin að fara á milli ráðuneyta. Frá fyrstu keppni var mennt- og menningarmálaráðherra verndari keppninar og síðan núna, hvað var það, 21-2 sem að ráðuneytum skipt upp. Já. Og seinni ríkisstjórn Bjarna og Katrínar. Já. Og þá föllum við ekki undir menningarmálaráðuneyti Lilju og okkur vísað á milliráðuneyta til mennta- og barnamálaráðherra, aftur til menningarmálaráðuneytis og þaðan aftur til barna- og menntamálaráðherra. Og þetta bara eitthvað sem að tekur langa tíma að vinna. Fáum ekki svör en við höfum áhuga á að halda keppnin okkar en það vantar fjármagn alveg greinilega. Já, og var engin leið núna eftir kosningar maður skildi ætla að sumir vildu bara sem menn svo Logi Einarsson, mikil menningar maður og ég held að bæði börnin hans séu listamenn að var engin leið að bara stökkva á nýkjörna fulltrúa og ná þessi gegn. Nú hefur það verið reynt að tala við eða senda beiðni til ráðherra og við náttúrulega vitum að ríkisstjórnin varla sest í stólana og það hefur ekki gefið okkur svör. Nei, og það út af því sem að þessi frestun með svona skömmum fyrirvara að tengist að kosningunum og þessum breytingum? Alveg. Alla leið Já. Kristinn Örn, þú hefur nú fóstrað margan píanónemendan í sögunar rás og þekkir alveg örugglega ágætlega mikilvægi svona keppni. Geturðu útskýrt það fyrir hlustendum og áhorfendum af hverju við höldum svona keppni? Já. Fyrir mig sem kennara þá þetta bara rosalega fínt tækifæri til þess að koma nemendum lengra heldur en myndu komast annars. Af því að nemendum finnst það spennandi, þeir sem annað borð hafa gagn og gaman af svona hlutum. Það ekki fyrir alla að fara að keppa og vera í svona, vera svona opinberir en fyrir þá sem virkilega hafa getu og tauga til að standa í svona, það bara fleytir þeim áfram. Já. Maður kemur nemendunum lengra heldur en maður hefði gert annars. Það svo mikilvægt fyrir öllu námi og kennslu að hafa einhver markmið til að stefna. Já, og svo þetta náttúrulega með keppnina
Þetta er náttúrulega bara skemmti efni að keppa. Þetta gerir hlutina svolítið spennandi og þú sé náttúrulega oft tala það sé ekki endilega sniðugt að keppa í tónlist sem finnst að vera tóm fásinna en þetta afskaplega hvetjandi og mér langar líka að geta þess að það er svolítið gaman að ég fór að fara yfir það sem hafa unnið þarna, náttúrulega margir þekktir þar eins og til dæmis bara nefna 2 Víkingur og hún Laufey og það eru það líka margir frá Ísafirði og Akureyri og stundum hafa fleiri en einn unnið frá þessum stöðum og þetta er svo mikið tækifæri fyrir þá sem búa á landi að koma til höfuðborgarinn og taka þátt í einhver svona viðburði sem þeir hafa ekki heima hjá sér. Og það skipt sköpum. Og ég held að því ég hef búið mikið út á landi sjálfur, ég held að skapist oft svona stemning innan skólana. Það er kannski ekki nema 1 eða 2 eða 3 sem eru að æfa sig fyrir þessa keppni, hinir halda rosa með þeim og þetta er svona stolt náttúrulega sveitarfélagana. Tvímæla laust eins og bara í keppninni undanfarin ár hefur oftar en ekki verið hópur að vestan að koma og einmitt eins og frá Akureyri eins og Kristín nefndi og í keppninni sem átt að halda núna í haust var í fyrsta skipti aðili frá Tröllaskaga sem var búin að skrá sig til leiks þannig að virkilega spennandi. Svo er þetta líka rosalega gott tækifæri fyrir okkur tónlistarkennarar hittast við hittum sér ekki allt og oft og bara sjá hvað við getum komið nemendum fram á hvað þeir eru margir frábærir. Þetta er nefnilega bara svona hálfur hátíð sko. Uppskeruhátíð. Og þú veist, ég held að allir sé að sigra með því að skora sig á hólum að taka þátt og undirbúa sig fyrir keppnina sko. Maður sér alveg marga bara á mínum aldri sem hafa komið utan á landi og tekið þátt í keppninni og þetta hefur haft áhrif á þessi að velja sér þennan starfsvettvang sem eru að fara aftur heim og kenna og spila og gefa aftur til samfélagsins. Okkur veitir nú ekkert af fleiri hljóðfæraleikurum og tónlistarkennurum og öllu því þannig að og við þolum það alveg að tónlistinni klassískri tónlist og þessu námi sér lyft aðeins miðað við alla tillidaga umræðuna það hvað það sé nú stórkostlega mikilvægt að hafa þessi mál í lagi, ekki satt? Algjörlega. Já. En svo er líka gaman að fylgjast með því hvað keppnunum verður betri og betri með árunum. Það er alveg ótrúlegur metnaður í nemendum og við eigum bara virkilega flotta kennara og nemendur sem að leggja sig alla fram við að undirbúa þetta á sem bestan hátt. Þetta er eiginlega eftir því sem ég tala lengur við ykkur því meira hneyksli finnst mér þetta að vera að krakkarnir sem eru búin að vera að hlakka til og hefur búin að æfa í vetur sitt prógram, það er íslenskt frumflutt verk eftir hverja aftur? Eftir Þuríði Jónsdóttur. Já, einmitt. Og það er nú eitt sem að kollegar okkar erlendis öfund okkur nú svolítið af að frá fyrstu keppni hefur alltaf verið keypt nýtt íslenskt tónverk. Já, það er nefnilega það. Og því hefur verið svona skipt á milli flokkana. Og þetta er alveg æðislegt sko. Og meir sér, þú veist, við höfum leitað til tónskáld okkar, við höfum leitað til jazzista af því að innan námskrár á að vera hægt að leika mismunandi stíla tónlistarinnar. Það var til dæmis skemmtilegt uppbrot að fá eitt svona flott jazzverk inn. Og þetta er bara skiptir okkur miklu máli og þarna söfnum við upp tónlistarsafni píanóverka sem Svo er líka áhugavert sko hini flokkarnir af því það er sami verk fyrir einn flokk af 4 þeir þurfa líka að spila íslensk verk þannig að þetta er líka svolítið svona hvetjandi til að við heyrum þessi íslensku verk sem er kannski of lítið flutt þannig að þarna heyrum við mjög mörg þeirra. Sko ég veit ekki alveg hvernig maður á að geta sparkað í rassinn á stjórnvöldum af því að það er neisa að það þurfa að fresta þessari keppni. Eru þið vissum að hún fari fram í haust vegna þess að sko þetta er frestun og frestun ofan? Við erum náttúrulega alls ekki viss en við ætlum að halda í vonina. Við vonum að það verði breyting þarna á og það hefur bara skipt okkur virkilega miklu máli að hafa mennta- og menningarmálaráðuneytið í gegnum öll þessi ár með okkur í þessu verkefni af því að það er styrkjamál á Íslandi eru bara flókin fyrir svona hópa. Það er ekki auðsótt
í fjármagn til að standa undir svona verkefni. Mér finnst þetta líka svolítið dapurlegt vegna þess að það ekki eins og þessi stórir peningar í stóra sammenningunni. Þetta ekki bara nokkra milljónir? Já, svona heildakostnaður kannski millið 3-4 milljóna. Þetta ótrúlega lág fjárhæð. Þriðja hvert ár. Hvaða rugl þetta? Já. Ég bara skil þetta ekki. Og svo náttúrulega líka á Íslandi það erfitt að sækja styrki til fyrirtæki og það hefur komið hver neitunum á fætur annari og þetta bara stór vinna. En ef einhver einkaaðili sem bara að horfa á okkur að hlusta á okkur núna og segja þetta neyksli, ég á 3 milljónir, ég ætla bara að styrkja þessa keppni, orðið þú seint að halda hana? Er þetta endalega ákvörðin að færa hana til hausins? Við erum búin að færa bókun á sal. Þetta var líka spurning að halda standard á keppninni. Það skiptur okkur máli að hafa þessa fallega umgjörð sem við höfum haft í salnum í Kópavogi. Þannig eru nemendur að spila á frábær hljóðfæri og fá gesti í sal. Þú veist, það hefur mér sér komið til tals að færa þetta inn í sal í tónlistaskóla og það kannski bara annað. En þið vilja halda góðan standard? Já. Ég var eitthvað, ég er búin að náttúrulega vera að undirbúa mig fyrir þetta viðtal að googla og svona og eitthvað árið þá voru þetta bara erlend nöfn og virðist fólk sem ég koma utan í dómnefnd. Það hefur verið fenginn alltaf erlendur aðaldómari og 4 íslenskir. Er það til að koma í veg fyrir persónulega skekkju hlutregni? Já. Og ein keppni hefur verið með 3 erlendum dómurum. En við höfum reynt að aðlaga keppnina að okkar umhverfi. Við kannski við erum ekki með mörg kannski undraböð til að fara upp í hæsta standard eins og við þekkjum úti. En þetta alveg ótrúlega mikilvæg keppni á þessu ferðalagi. Við eigum marga nemendur sem að taka þátt í keppnum erlendis. Og þetta bara mikilvægt skref þangað. Já. Varst þú undrabarn? Nei, ég myndi ekki segja það. En ég byrjaði unga að læra á píanó. Ég held ég að vera 4 að vera 5 ára. Já. Og þegar þú vannst þinn flokk í EFTA, hvað ár var það? 2006. 2006. Ef þú manstu, þú ferði aftur til þessa ferlis þegar þú byrjaðir að æfa og svo komstu fram og þetta gekk alveg frábærlega og þú vannst. Ég var reyndar í öðru seti. Skemmtilega að hafa á hreinu. Þú ert velun að hafi samt, eiga síður. Var þetta bara gleði, var þetta bara jákvætt eða var þetta líka einhver svona spenna og neikvætt? Já, mér fannst þetta aðalega bara jákvæð upplifun. Ég meina, ég hefði náttúrulega auðvitað vilja vinna örugglega á sínum tíma, þetta var hart barist en samt fannst mér ekki skipta neinu máli, og ég fekk rosa bara mikil hrós og mikla hvatningu. En ég held að sé alveg kannski smá áskorun, sérstaklega þegar maður á háskólastigi, að vera að fara í gegnum þetta ferli bara með bestu vinum sínum, skilur, að sjálfsögðu, á einhvern veginn, þetta þarf að vera svolítið jákvæð samkeppni, líka. Ég held að sé mjög mikilvægt að ég nú sagt það við nemendur að þeir eiga ekki að fara í þessi keppni til að vinna hana. Nei. Þeir eiga að fara í þessi keppni til að bara ná sínu besta, eins og að geta. Af því að svona keppni, hún segir vel ekki endilega heldur einu sinni hver bestur. Nei. Það auðveldar að mæla það ef þú ert í keppi hástökki, hvort það var Jón sem að stökk hálfum sentimetra hærra heldur en Pétur, Já, það akkurat málið. Þetta svo hlutdrægt mat svona. Já, og þetta Og þetta dagsforma einhverju leiti, er það ekki? Jú, það getur skipt máli líka. Kannski ekki öllu máli, það nú yfirleitt. En kannski undirbúningur sem skiptir mestu máli yfirleitt. Ég fór í framhaldi bara strax af þessari keppni í inntökuprófi í Royal College of Music. Og þetta var náttúrulega frábær undirbúningur líka fyrir að vera í toppformi í því inntökuprófi og ég flög þar inn. Já, flögst þar inn. Einhver var að segja mér að skólagjöldin þar væru bara 5 milljónir núna yfir veturinn. Já, þau eru mjög há en þau hafa vissulega alveg hækkað og það er ekki kannski alveg að hjálpa okkur með Brexit og svona, en
maður fekk einhverja styrki og þetta hafðist. En var ekki gaman í Royal College? Jú, bara mjög skemmtilegt. Já, trúi því. Mikil upplifun. Og eins og þú segir, það er ekki endilega, þetta hefur hjálpað þér mjög í þeirri ákvörðun að verða atvinnumanneskja í músík og kennari eða svona styrkti allavega. Ég reyndar svona kannski var, þú veist, að ljúka háskólanámina heim og leiðin út í mastersnám þegar ég tek þátt í keppni, sko. Já. Þannig að ég held ég að svo sem kannski verið búin að ákveða það fyrirfram. En svo er ég líka búin að vera með nemendur í keppninni allavega síðustu 3 eða 4 keppnum, sko. Þannig að, og ég segi, eins og Kristín sagði áðan, sko, þá er þetta bara, þú veist, mér finnst þetta að vera hátíð og hérna, þetta snýst stela svolítið áskoruna að vera með og fylgjast með hinnum líka. Sko getum við ekki alveg bara af því þetta er bara við 4 að spjalla, það er enginn að horfa á okkur að hlusta, en bara svona okkar á milli getum við ekki alveg bara má ekki segja það uppátt að þetta er virðingarleysi við málaflokk eins og tónlistarkennslu og bara þessa efnilegu krakka, er þetta ekki ákveðið virðingarleysi að hvernig er gengið fram núna? Mér finnst einhvern veginn þetta benda til þess að þetta sé ekki sko ofarlega á forgangslista. Já, og það er nú margt sem að í gegnum tíðinu sem manni hefur fundist benda til þess að við séum ekki ofarlega á forgangslista. Við getum nú alveg tekið launamáli, ég sé nú hérna hjá þeim í leikhúsinu. Ég held að við sem alveg á par við leikarana, sko, þar, og ég man nú bara eftir því að ég var að byrja að kenna, sko, fyrir held ég meira 40 árum. Þá man ég alveg eftir því að ég var svolítið hissa þegar ég komst að því að nemendur sem voru hjá mér í menntaskóla og fóru í sumarvinnu, þeir fóru með hærra kaup í sumarvinnu heldur ég var með sem tónlistarkennari. Hvað ertu að segja? Með háskólagráður. Ég meina, ég veit ekki hvort þetta hefur breyst. Nei, og eins og ég nefndi hérna í spjallinu á það líka að einu sinni voru 2 starfsmenn í menntamálaráðuneytinu sem voru námsstjórar í tónlist. Já. Það er engin slíku til núna. Nei, þetta er mjög þannig að það var svona uppgangur og metnar í gangi á einhverjum tíma og svo er eins og bara þetta er svona kannski eins og með húsi, þú byggir fínt hús og allir segja þetta er flottasta húsið eða félagsheimili kaupir flygil, flottasti flygilin á landinu. Þeir eru svo líða kannski 20 ár. Flygilin er ekki mjög góður. Húsið þarf viðhald. Og ég held að þurfa að svolítið huga þessu og mér er svolítið ofal í huga líka sko menntun tónlistarkennara. Mér finnst henni ekki nóg að henni staðið. Ég var að segja það eins og þess. Og við erum að eldast hérna stéttin. Já, gæti verið að mynda smá gat á milli vegna þess að mínar upplýsingar segja mér að mjög margir þekktir frábæri tónlistarkennarar séu á nálgastu tímamót að hætta. Er nægt fólk til að taka við það? Nei, ég held að sé skortur. Og já, ég held það. Já, þannig að sko við erum að lesa greinar þar sem að klemst pólitíkusar slá sér upp á því hvað allt sé stórkostlegt hérna og við erum stolt af Víkingi Heiðari ekki síst sem að með glóðvolk Grammy-verðlaun einmitt fyrsti vinningshafi í EFTA-keppninni árið 2000 en þetta er orð og þegar kemur að emdum og þegar kemur að fé og þegar kemur að þessu viðhaldi eins og það nefnir þá er svolítið hólur hljómur. Já, ég hef þá skoðun að það þurfa að gera miklu meira í það að kenna, að þjálfa kennar til að kenna. Já. Svona einhverjir pínlitli kursar í kennslufræði, þeir duga voða skammt og ég segi þetta reynslu, ég hef kennt kennslufræði í Listaháskólanum aðeins og tilfinningin var svo að þannig er maður bara rétt að snerta efsta partin á ísjakanum bara rétt að klóri í yfirborðið því að þetta er mjög yfirgripsmikið fag og það er vissulega það hefur mikið gerst síðan fyrir 20-40 árum og það ætti að vera mikil framfram í þessu fægi og mér finnst raun og veru ég sé alltaf svolítið líkindi oft með því að vera píanókennara og að vera læknir. Aðalega munurinn sá að þó við stöndum illa, það deyr enginn. Það er enginn fyrir mjög tilfellinu tjóni beint, nema þá kannski það að hann getur ekki lagt fyrir sér tónlist seinna meir ef ekki vel að kennslunni staðið. Og það sem er Ertu þá að segja að þetta sé svo brothætt og viðkvæmt samband? Eða? Já, það getur verið það þarf bara ákveðna þekkingu til þess að kenna nemendum á barns- og unglingsaldri
og það alveg sko þekkt að það þessi ár sem að skipta mestu máli på framhaldið. Já. Þú ert náttúrulega stofnandi ásamt Lilju konunniðinni Allegro. Jú. Og hefur náttúrulega verið leiðandi og ráðandi í þessum heimi á meðal fleiri auðvitað og sko, ég verð bara að nefna það til söguna, mér finnst það svo merkilegt að þegar þú fórst til Bandaríkjanna að mennta þig, þá lærðir þau hjá Ruth nemanda Rachmaninoff. Já, það er skemmtileg tilviljun. Það var fljóð. Bara það gerir þig rosalega merkilegan mann í mínum huga. Finnst ykkur það ekki áhuga? Jú, hvað stutt yfir í Rachmaninoff? Já, mér gaman að því. Það gerir mig ekkert merkilegur fyrir vikið saman. En hvernig var Ruth sem kennari? Hún var mjög sérstök, hún var svona barnsleg sko, hún misti náttúrulega svolítið af sínu eðlilega uppeldi sem barn sko. Af því að hún var protégé. Hún var svona svolítið barnsleg, en hún var mörgurði streng og hún var með svona gammaldags aðferði með taktmæli og mjög ákveðin og margt sem ég læri hjá henni sem að ég mat miklu meira eftir ég er löngu farin frá henni sko, sem að gerist oft. Þú kannski veist að það er enn að birta YouTube myndbönd með henni, er ekki 99 eða? Er ekki 99 ára gömul? Nei, hún er orðin 100 ára. Er hún orðin 100? Já, hún er orðin 100 ára. Og 98. og 99. aldursári þá var hún ennþá að spila og jafnvel eitthvað því var tekið upp. Það var nú farið svolítið að hæja á þessu hjá henni. Eru þið einhverju sambandi í dag? Nei, ekki mikið. Það var alltaf farið jólakort á milli og svona, sko. Við höfum reynt að halda einhverju sambandi. Já. En ég bið ykkur afsaka þennan útúrdúr, mér finnst þetta bara alveg ótrúlega merkilegt. En ég ætla að skjóta því líka þessi sem við vorum að tala að sambandi við, sko, börnin, það ég er nú að lesa núna bók hvernig maður lærir, hvernig maður þarf að æfa sig til að ná mestum árangri. Já. Og það talað mikið heilarannsóknir. Já. Og það vekur náttúrulega athygli í bókinni að það mjög margar rannsóknir þar sem við vísaði rannsóknir á íþróttamönnum. Það virðist að vera gera miklu fleiri rannsóknir á íþróttamönnum hvernig þeir æfa sig heldur en hvernig tónlistamenn æfa sig. Já. Ég veit ekki hvað það er. Nei, hvernig skilur standa því? Og svo er annars ég vil koma líka. Það talið að sko náttúrulega vitum að fyrstu 3 ár barnanna skipti höfumáli í allum þeirra þroska og ég hef einhverstað lesið að sko að tónlistarhæfileikar þeir eru að þróast fyrstu 7 árin tónlistarhæfileikanir eftir 7 ára aldrin þá ertu bara að auka færni þína þú ert ekki að bæta við tónlistarhæfileikana því þeir eru að myndast það á þessum fyrstu árum bara fyrstu. Svo var gott að læra á píano líka eftir maður úr 60, þetta hjálpar hjálpar heilanum. Og það er bara alltaf að koma fram fleiri rannsóknir sem sýna hvað þetta er sko gagnlegt fyrir allt líf okkar. Já. Og það er ótrúlega hvað eru mikið af flottum tónlistarmönnum sem að sko hafa staðið sig óbærslega vel í skóla, jafnframt að við verðum svona ströngu námi. Já. Og það er líka gaman sko þegar maður fer yfir listan á það sem hafa unnið, það er mjög margir sem hafa lagt fyrir þessi tónlist. En þarna sá ég líka eina stúlku sem ég hitt daginn og hún ætlar að vera heilaskurðlæknir. Já. Ég held líka að æfingin sé svo góð. Þetta kennir þér nemendum svo margt. Já, gerir það. Og þetta bara gefur góðan grunn á svo margan hátt. Já. Já, ég er deildarstjóri í menntaskóla í tónlist og ég get alveg sagt að þessi hópur okkar af nemendum, þetta eru bara framúrskarandi ungmenni. Já. Þau eru alveg ótrúlega þessi krakkar og eins og Kristín kom inn á að þau eru nú alveg mörg í einmitt læknisfræði sem að hafa útskrifast frá okkur nýlega. Já, þannig að og það er kannski einmitt svolítið sorglegt að þetta er svo flottur hópur að það sé ekki hægt að styrkja þetta og láta svona starfsemi gangu upp og svona keppni. Ég held þetta hljóti, mér langaði að koma aðeins inn og með stjórnvöldin sko og ráðuneytin, og mér finnst bara eins og þetta hljóta að vera einhver misskilningur sko, eins og þau bara veit ekki alveg, það sé ekki hægt að ná til þeirra eða eitthvað, af því að þetta er bara svo ofboðslega skrítið að þetta skuli ekki vera að ganga upp, finnst mér. Svona rótgróið hjá okkur líka. Þetta er náttúrulega sko það er svolítið eins og sko allt þetta tímabil með ríkisstjórnarskiptum hafið svona áhrif að málið er látið bara dala tilbaka.
En sko þetta náttúrulega makar sense og maður notið vonda íslensku sem þið að segja að ægin sem fylgir hérna því að verða framúrskarandi við hljóðfæraleik er náttúrulega gríðarlegur og hlýtur að nýtast í ýmislegt annað ef maður ákveður að fara ekki þá leið að verða atvinnumaður í músík og það er margt sem alls konar rannsóknir sem benda til þess að hérna þér gangi bara jafnvel betur í skólanum ef þú ert að hérna læra á hljóðfæri líka þannig að það er ekki að taka frá heldur þetta er að bæta við fólk börn að virka einhverjar stöðvar og ná því mesta út úr hérna sjálfum sér það er kannski ein leiðin til þess að ná nýjum skilningi hjá stjórnvöldum af því við erum alltaf að meta alla hluti núna verið vera í einhverju efnishyggju og einhverju veraldlegu og einhverjum peningum ef þið getið farið niður í ráðuneytið og sagt heyrðu tónlistakrakkarnir okkar að verða frábæri læknar og verða geggjaðir fyrir heilbrigðiskerfið og kannski fáið þið meiri skilning Ég heyrði nú einu sinni þá sögu að hérna ástæði fyrir hvað Finnar veru góðir í PISA-könnunum kemur vel út hérna nefndu þeir í PISA-könnunum það væri svo rosalega tónlistakenslu á leikskólastíðinu hjá þeim. Já, áhuga. Ég veit ekkert hvort þetta er satt en ég get alveg trúað þessu hins vegar. Finnar eru með mjög sterkt tónlistanám sko. Já, ég veit það. En við höfum það ekki orðið svolítið vör við það í seinni tíð sko. Nú er ég aðeins komin út í aðra sálma kannski heldur en ég boðaði ykkur hér að Rauðaborðinu en hérna ég man þegar ég var að vinna á fréttablaðinu þá var ég að skrifa einhverja fréttir sko að skilningur stjórnvalda á mikilvægi tónlistarskóla ekki síst hérna á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík sko þetta væri orðið svona hérna ég veit ekki hvernig ég orða það sko ég var að ræða við fulltrúa Pírata í borgarstjórn og hún var að tala bara skóla hljómsveitir og hópspilun kæmi að miklu leyti í staðinn fyrir það að leggja áherslu á einstaklingsmiðanám og einstaklingskennslu og ég hugsaði bara með mig, hvenær breyttist þetta? Má ekki bara segja að hérna, þið séu svolítið í vörn, gagvart því að það sé almennur skilningur að einstaklingsmiðað tónlistarnám eigi að vera fyrir alla og skipti mjög miklu máli. Þetta er náttúrulega bara gott nám og bara við erum enn í dag með frábæra kennara í fæinu og ég til dæmis get samt sagt að ég sakna svolítið að maður tekur eftir hjá nemendum til dæmis þar sem að tónmenntakennsla er ekki þeirra grunnskóla bara börn í dag kannski fara minna í söng og texta sem að var áður hefur mikil áhrif á bara svona virkni þeirra og hérna bara þáttöku til dæmis í tónlistarnáminu og maður tekur eftir sko hvaða skólar sinna þessu vel og það er ofta alveg bara í sumum skólum eru hérna tómstundastarf er byggt upp með tónlistakennslu þáttöku í samspilum og fleiri sem er gefandi fyrir krakkana þannig að þetta skiptir allt máli En þetta sko, ég hef tekið eftir þegar ég fór á tónleika að hérna sjálfur að sko, þú ert ekkert að sjá fátækustu fjölskyldur höfuðborgarsvæðins sem þannig í áhorfandasalunum þetta er að einhverju leyti orðið örlítið stéttaskipt vegna þess að þetta kostar svolítið fyrir heimilin þannig að það segir okkar pólitísku vilji fyrir niðurgreiðslum hann er heldur minninni í dag heldur en var til dæmis þegar ég var að læra á píanó 1970 og eitthvað í Mývatnssveit í rauninni má segja að ég sé jafn gamall tónlistarskólanum þar og það verður þessi rosalega stemning að það nánast hvert einasta barn í sveitinni sem að læra á hljóðfæri. Já. Og það er þannig í sumum skólum að það er stór hluti úr bekkjum sem að eru í tónlistarnámi. Nú til dæmis starfa ég í einum skóla sem býður upp á tónlistakennslu inn á skóladegi og þar hefur til dæmis í gegnum árin verið ótrúlegur fjöldi nemenda sem hefur verið í tónlistarnáminu. Já. En viljið þið koma inn í þetta eitthvað? Og annað kannski sem að mér langar líka að segja eins og varðandi með ráðuneytin að nú er til EFTA, við fengum til synjun hana frá menningarráðuneyti og eina ástæða nefnd var að við hétum píanókennarafélag. Já. Að þetta kennara væri eiginlega að vísa okkur yfir í önnur ráðuneyti.
En nú þannig að við erum með nemendur á háskólastígi, á grunnstígi, á öllum þessum skala og það eiginlega ógerlegt fyrir okkur að vinna þetta með því að vera að hoppa milli margra ráðuneyta með þetta. Svona við erum að leitast eftir að einhvert eitt ráðuneyti taki við. Já. En ég að gera of mikið úr því að þið séu í vörn í þessari stöðu? Nei, ég held nú ekki sko, en okkur hefur kannski sumulítið tekist nokkuð vel til í vörninni eða allavega þegar maður horfir til Norðurlandana, maður hefur heyrt alls konar sögur hvar hefur verið að stytta kennslutíma niður í 20 mínútur jafnvel eða korter og alls konar svona og það, þá hafa kannski, ég held að viðbröðum því hafi orðið síðan á endanum þegar lágferðir allt í myndi vanta þjálfa fólki í sinfóníuhljómsveitinni, þá var byrjað að gera einhverjum svona skóla fyrir ofur hæfileikarík börn og eitthvað svona sko reyna komaði upp þannig, safna saman einhverjum sem að það ekki þessi menti fyrir alla sko. Nei, þá það svolítið farið fyrir búið, þetta bara eitthvað smakk. Það það sem held ég að gerst einmitt í Danmörku og Svíþjóð að það engin námskrá fyrir yngri eða þú veist, bara fyrir nú fer kannski í háskólanámi eða eitthvað svoleiðis og engatímanir eru mjög stuttir þannig að fólk þarf að kaupa sér bara þú veist, engatíma hjá einmitt þeim sem í sinfóníunni eða professional fólki og þá þetta náttúrulega orðin ennþá meiri stéttaskipting sko, þegar þú þarft að fara að borga fyrir hvern einasta tíma til þess að koma barninu inn á þann stað að það geta oft möguleika í þessu fagi. Ég held að líka til dæmis eins og með skólanum, við eigum æðislega tónlistaskóla á Íslandi og það einmitt í samanburði við Norðurlöndin hefur verið svolítið magnað að sjá það og þau líta upp til okkar og bara vá, hvað þið bara hafið lengri kennslustundir, getið sinnt kennslunu með öðrum hætti og það verður bara meira úr náminu. Já. Ok, það gott að heyra. Ég ætla aðeins að leiða aftur talið að þessari blessuðu keppni. Það var mér að kenna við fólum þennan útútur, ég byrðist afsökunar á því. En hún Arndís Björk Ásgeirsdóttir sem var í hópi stofnenda þessara keppni árið 2000 þegar hún fer af stað. Hún hefur, ég átti smá samskipti við hana og hún hefur sko líka bent á umfram það sem kannski við höfum verið að ræða hér að það er svo gott að þurfa ekki að fara út fyrir landsteinana til þess að taka þetta skref að taka þátt í svona keppni að geta gert það bara hér á heimavelli það er svo sem alveg ferðalega að fara frá Fáskrúðsfirði til Reykjavíkur en það samt aðeins minna vesen heldur en að fara til útlanda og þetta kannski eitthvað sem að mætti nota meira í þessu samningatali við stjórnvöld og svona til þess að koma í veg fyrir það að keppnin verði hálfgert olnbogabarn eins og mér sýnist augljóslega hægt að lýsa henni í augnablikinu. Þetta náttúrulega, ég tek alveg undir þetta og líka annað, nú hefur til dæmis félagið staðið í því að vekja athygli á sér á landsbyggðinni og við viljum fá fleiri þaðan til að vera með okkur til dæmis í keppninni og það líka það sem að veita mikla ánægju að sjá alla safnast saman þetta er bara hátíð í þessa daga sem að keppni stendur yfir. Hvað þetta margir þáttakendur? Sko, flokkarnir eru 3, getið þið kannski aðeins farið yfir? Flokkarnir eru 4 í dag. Já, þeir eru 4 í dag, afsakaðu. Getur aðeins farið yfir þessa flokka og sagt okkur hve mörg heimili þetta varðar? Já, sko, eins og fyrir keppnina sem átt að halda núna í haust, þá voru milli 30-40 keppendur skráðu til leiks og það var vel jafnt svona milli flokkana. Þannig að það var ótrúlega gaman að sjá það og það var bara, yngst 10 ára og yngri og það í rauninni hugsað sem svona styttri leika kannski 2 verk og svona undirbúa sig pröfa, taka þátt í svona keppni hérna heima. Svo voru fyrsti flokkur, annar flokkur og þriði flokkur, það elsti flokkurinn 25 ára og yngri og svo þetta alveg niður, 19 ára og yngri annar flokkurinn og 14 ára og yngri
fyrsti flokkurinn. Já. Búið þið yfir upplýsingum hvað yngsti píanóleikarinn gamall sem hefur komið fram frá 2000? Ég ekki alveg viss. Nei. Hann sennilega ekkert mjög gamall. En þau geta verið mjög ung. Ég hef séð alveg ótrúlega efnilega píanóleikara mjög unga. Já. Já. En það líka gaman og þau líka líta á þetta sem spennandi hlut og líta upp til þess að geta svo, og eins og hefur líka gerst í keppninni að kannski einhver tekur þátt í fyrsta flokki og eftir 3 ár í öðrum flokki. Já. Og það virkilega gaman. Þau hafa metnað til að reyna á sig. Já. En þetta krefst alveg mikils undirbúnings og til dæmis varðandi styrki og annað að þú þarft að hafa það með vissu í góðan tíma fyrir svona keppni. Já. Það verið að bóka húsnæði og það kostnaður sem fylgir þessum sem þarf að vera fyrirfram vitaður að sé í húsi. Ég á strák sem æfir handbolta, hann hefur orðið Íslandsmeistari, ef það væri ekki keppni, ef það væri ekki þessi barátta, þá efast ég að hann myndi nenn á æfingar. Við héldum nú síðustu keppni í ljósi COVID-veikinda, en við sendum hana út á netinu og það kannski bara spurning til ykkar hvort þið lýsið í beinni eftir keppni. Já, hefur ekki að færa til fréttatíma eins og íþróttaleik. Já, færa til fréttatíma, góður punktur. Það verður góð auðlýsing fyrir okkur. Já, einmitt. Aldrei það nú mikið mál að gera það þegar og ég bara hvet ykkur. En eigum við að skilja á bjartsýnu nótum þótt þetta sé svona frekar ömurlegt að aftur þurfum við að fresta eftir keppninni. Það náttúrulega ömurlegast fyrir börnin sem hafa verið að... Þetta lang erfiðast fyrir krakkana sem að undirbúa sig svona vel fyrir keppnina. Ég trú ekki öðru en það einhvern veginn leyst úr þessu, sko. Það verður leyst úr þessu. Við horfum bjartsýn áfram. Ef það verður leyst úr þessu, þetta þá í október sem við erum að... Það verður að hugsa svona mánaðamót, október, nóvember. Ekki seinna en í miðjan nóvember upp á að bara... Og þetta færi þá fram í Ísalnum? Það stefnan. Og þið jafn flott umgjörð eins og getur orðið? Það bara nauðsynlegt líka til að krakkarnir upplifa þetta alvöru. En ætti ekki stjórnvöld að borga sérstakar miska eða skaðabætur og ætti þetta ekki að vera tvöfalt velir í keppni heldur en hún hefur nokksunni verið. Þetta óbyrt tala minni hálfu. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það búið að vera mjög upplýsandi fyrir mig að heyra í ykkur og ég vona að það sé eins með ykkur áhorfendur og hlustendur aðeins að rifja upp hver hafa hér verið að ræða þessi mál við mig. Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA. Takk fyrir komuna. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, hvað langt síðan þú hófst píanókennslu? Það eru ábyggilega 40 ár. Eða eitthvað svona, cirka. Og þú ert enn að fá ég ekki fljótur að regna í hugunum. Fá við að njóta kraftið hana lengur? Já, eitthvað. En það svona diminuendo eins og maður segir. Já, ok. Smá. Ég sé bara við ykkur bæði takk fyrir þjónustuna og Birna Hallgrímsdóttir, þú ert nú ung manneskja. Þú er nú bara rétt að byrja. Já, ég er búin að kenna í 15 ár held ég núna. Já, þó 15 ár. Fyrirverandi nemandans Kristins. Já. Þið eruð í mínum huga rockstjörnur og ykkar vinna skiptir gríðarlega miklu máli. Takk fyrir framræðið. Takk fyrir. Og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is